við ætlum að tala útlendingamál núna. Það eru komnir hingað tvær, Íris Björk Ágústsdóttir og Anita Sóley Skeving Þórðardóttir. Þið skrifuðu grein á Vísi ásamt honum Aski Hrafni. Það sem eiginlega bréf til Guðna T.H. forseta. Það hvetjan til þess að skrifa ekki undir útlendingalögin. Já, við sem sagt skrifuðum opið bréf til forsetans, birtum það á Vísi til að vonandi hann og fleiri myndi sjá það og við erum að hvetja hann í að nýta sinn rétt sem samkvæmt stjórnarskrá að hann geti nýtt neitunarvald sitt. Já, eða varpa þessu til þjóðarinnar eins og Ólafur Ragnar gerði við með ISIF. Einmitt. Það bara einu sinni verið gert áður. Já, en það gleymist ofta að forsetin geti nýtt þennan málskotarétt og þá eru raunverulega bara tveir kostir í stöðunni. Annarkvort dregur stjórnin frumvarpið tilbaka eða þetta fer fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það rétt að ríkisstjórnin, hvað var ekki, 2004 dró tilbaka fjölmiðlafrumvarpið. Einmitt. Það er alveg. Eftir að sami Ólafur Ragnar. En Guðni T.H. hefur nú ekkert gefið svona út hann hvort hann vilji, hversu mikið hann vil nota þetta vald sitt. Hann er svona ekkert gefið mjög skýr svör hvað þarf til. Það sem Ólafur sagði, hann sagði að þetta væri vald sem hann var hægt að nota þegar að gjá hefði myndast milli þings og þjóðar. Upplifið því það að útlendingamálið sé þannig mál, að þingi sé að gera eitthvað sem að þjóðin vill alls ekki. Málið að útlendingamálin eru rosalega umdeilt málefni og það er mjög erfitt að sjá hvar þjóðin stendur þar sem við erum lítil þjóð en samt mjög margar mismæti skoðanir og þess vegna er ástæðan við gerum undirskriftalistan til að sýna fram hversu margir það eru sem vilja allavega að vera endurskoða lögin. Eða að þjóðin fái að ákveða. Og við erum að treysta á, við veitum ekki hvaða afstöðu Guðni hefur, einmitt að því hann hefur ekki tekið inn einu svona ákveðnara áður. En við erum að vonast bæði með því að hafa listan að hann sýni að þetta sé ekki það sem fólki raunverulega vill og að hann ákveði að taka afstöðu með mannréttindum og hafna þessu. Það er ekki verið gerð könnun þetta mál sérstaklega, en það er oft spurt útlendinga og þá kemur í ljós að Íslendingar séu svona frekar, hvað það segja, opnir. Það er mælist illa megn útlendingaandúð í könnunum. Hún er algjör minnihlutaskoðun á Íslandi. Já, málið er að okkar krafa er mjög einföld. Við erum einfaldlega að biðja að fella frumvarpið á þeim forsetum að okkur finnst það sé ekki búið nægilega að vinna. Meirihluti Alþingis hefur neitað að fá óháð mat hvort að frumvarpið stenst stjórnarskrá. Sem ætti verið bara bare minimum. Já, og það er eitt sem okkur finnst graf alvarlegt og það óháð því hver skoðun Guðni hefur á útlendingamálunum, þá ætti hann sem forseti Íslands að samt synja þessu frumvarpi einfaldlega út af því. Bara tryggja stjórnarskrá, að henni sé framfylgt, tryggja alþjóðaskuldbindningum, þeim sé framfylgt líka og síðan með þessar kannanir, almennt hefur verið ágætlega mikið samstæða og það sást eins og í mótmælunum í fyrra, ekki okkar nafni og bara hversu almenningur var bara í sjokki þegar fólk var brottisað. Rifið upp og hent til Grikklands. Nákvæmlega, eins og mjög vel orðað. Og þess vegna teljum við það sé mjög stór hópur fólks sem væri til í að fella þetta og kannski margir ekki meðvitaðir þetta eða halda að þetta sé kannski bara skilvirkt af því það er það sem stjórnmálamenn að segja þeim að þetta muni bæta útlendingalöggjöf, þetta veri skilvirkara gagnsæi bæst bara það er verið að ljúga fólki. En þetta þið hafi ekki þá trú að þetta frumvarp eða þessi lög, þetta er orðarlögum, sétu bóta? Enga veginn. Bara enga veginn. Líka þegar helstu mannréttindasamtök á landinu hafa fordæmt frumvarpið en núverandi lögum, þá sjáum við það sem nóg mikla ástæðu til þess að endurskoða það og að vera bara á móti því. Við sem Ísland erum núna bara að setja fordæmi, slæmt fordæmi fyrir þessari ótrúlega ströngu útlendingalögum. Löndin í kringum okkur ganga ekki jafn langt. Við erum að svipta fólk lágmarks þjónustu
það er ekki gert annars staðar og það er bara fárlegt. Þú ert að reyfa fólk og henda þetta á götuna, svipta það heilbrigðisþjónustu og öllum raun og veru grunn mannréttindum. Þú veist, hver myndir láta það bjóða sér? Hvað er þetta það sem að þið gerir helst athugasemdir við, að 30 dögum eftir að mál er afgreitt þá fær fólk ekki aðgengi að heilbrigðisþjónustu og enga aðstoð? Eða annað, ef ég væri Guðni og spyrja hvað er að þessu frumvarpi? Hvernig myndu þið svara því? Ég held það sé mjög mikilvægt þessi punktur, en þetta er alls ekki sá eini. Bara fyrst sem þetta í hug er kærufresturinn, þessi sjálfkrafa kærufrestur sem er settur í gang. Það tekur frá tíma fyrir umsækjendur að vinna að umsókninni, afla gagna og og fyrsta lagi eins og Rauði krossin minntist á, þá er umsóknin gefin á íslensku og það þarf fyrst að þýða og síðan þarf að útskýra og þú ert að svipta mannesku þeim tíma sem það ætti að hafa, og mörg samtök eru sérstaklega búin að minnast á það. En eins og þess að svona heilbrigðisþjónusta, húsnæði og þannig, það er svona það helsta, að þetta eru svo basic hlutir. Hafið þið trúað því að Guðni lesi vísi og hafið lesið greiningar? Hafið heyrt frá honum? Við höfum ekki heyrt frá Guðna, því miður. Við höfum trúað því að ef við fáum nóg margar undirskriftir að við fáum þá athygli hjá Guðna, og við vonum að með okkar öllu hjarta að hann mun lesa þessu og fylgjast með umræðinni og hvað er búin að vera í gangi, og allavega íhuga að nýta neitunarvaldið sitt. Við erum það lítið land að það er ekki ólíklegt að hann hafi séð þetta eða heyrt tala þetta. Svo bara vonum að hann hlusti. Hann skiptir máli hversu margir skrifa undir. Það er, þið nefnduð það var fjölmiðlamálið. Þá held ég að hefði verið eitthvað 33 eða 36.000 manns í mannagjálfing. Svo náttúrulega ISAF hefði örugglega verið miklu fleiri. Hvað eru þið komið mörg? Við erum komið með næstu í 2000, en þetta var líka bara birt í gær. Svo þetta hefur komið mjög hratt. Finnst ykkur það skipta máli? Er málið mikilvægara ef það eru 30.000 mann sem skrifundur eða 50.000? Það skiptir eða skiptir engu máli eða bara 15.000 skrifundur? Er það þannig? Það skiptir ekki okkur máli hvort það skrifi undir ein manneskja eða 15.000 manns. En hins vegar teljum við að það gæti skipt Guðna máli, og ástæðan fyrir að fjölmiðlar pikka þetta upp var náttúrulega þegar það var komið yfir 1000 yfirskriftir. Svo nei, þú veist, þetta er sama hversu margir skrifa undir, þetta er ennþá ógeðslegt frumvarp. En við vonum að með því að fleiri skrifa undir, þá fáum við þetta aukna umfjöllun og meiri vitundavakning meðal almennings. Og það er ástæðan fyrir þessum lista, ekki því við erum að reyna að telja hvað sem margir eru sammála okkur, því það skiptir okkur máli, heldur svo að þetta fari sem víðast. Hver eru tímamörkin? Hvernig skrifar Guðni undir þetta? Kannski er búin að skrifa undir þetta? Hvernig vitið það? Hann hefur 2 vikur til að staðfesta ef ég man rétt. Hann er ekki búinn að því allavega en þá. Herri, Íris og Anita, takk fyrir að koma hingað og kynna ykkar málstað. Já, takk fyrir að hafa okkur. Herðu, og við snúum.